Hér ætlum við að leita að grein sem birtist í Fréttablaðinu, breytt hugarfar og nýr lífsstíll. Ég fer inn á Google og leita og finn það hér. Og hérna er greinin og ég skrifa inn allar upplýsingar. Þetta er eftir Nönnu Árnadóttur og heiti greinarinnar er breytt hugarfar og nýr lífsstíll. Og þetta birtist 2014 2015 janúar, 10. janúar. Ég er að skoða þetta í nóvember 2016, 21. nóvember og ég tek inn vefslóðina. Ég smelli hér, ég á Ctrl og C og fer hingað og Ctrl og V. Og þetta er Fréttablaðið. Ég segi OK. Og ef ég skoða hérna í listanum hjá mér, þá er Arnaldur, Charles og Nanna og þau eru hér. Hérna Nanna, ef það væri vitnað í hana þá kemur þetta svona. Ef ég ætla að breyta einhverju þá fer ég hérna í Manage Sources og ég get smellt hérna á Nönnu og farið í Edit og smellt hérna á Show All til að sjá allt. Getið skrifað hvenær þið sóttu greinina og annað. Þarf ekki að fylla út í, þetta er recommended field en ég vel website og hér vel ég corporate author. OK og close. Ef ég ætla að kalla fram heimildaskrána, þá fer ég hérna í Insert Bibliography og þá fæ ég í stafrófsröð og sjálfkrafa kemur hér inndráttur og það er Arnaldur Indriðason 2014, Kampnóg, skáletrað, Reykjavík, Vaka Helgafell. Síðan kemur Charles og eins og ég sagði ykkur þá þarf að vera fornafn á íslenskum í corporate author en í author er nóg að skrifa inn heiti eða nafnið á höfundinum. Og hérna er Nanna með vefsíðuna 10. janúar, breytt hugarfar, Fréttablaðið, hvenær sótt og svo framvegis. Þannig að þið geti búið svona sjálfvirka heimildaskrá ef þið færið inn í listan hér. Í bókinni þá eigið þið að leita nokkrum bókum og vefheimildum og þið megið ráða hverju þið leitið að. Ég ætla að sýna ykkur nokkur dæmi í öðru myndskeiði þar sem ég er búin að fylla út og síðan veljið þið sjálf nokkrar bækur. En þið megið velja kjörbækur sem þið eru að lesa í skólanum eða einhverjar aðrar bækur. Þannig ég ætla að eyða þessu út, við köllum ekki heimildaskrána fram fyrir í lokin, en ég ætla að vista þetta skjal. Sjá. Það er 23. Og ef þið setjið þetta inn í Word, þá er þetta hér og þið getið náð í þetta hér. Ef þið farið í nýtt skjal, þá færið þið í Manage Sources og þið væru með allar heimildir sem þið hafið skráð inn í Word hér. Getið fært það yfir í skjalið sem þið eru að vinna í.